Númer 5 Sigurjón Már Markússon. Númer 6 fyrirliði Þórður Jón Jóhannesson. Númer 8 Ísak Jónsson. Númer 9 Tómas Leo Ásgeirsson. Númer 11 Aron Skúli Brynjarsson. Númer 14 Páll Hróar Helgason. Númer 17 Daniel Snorri Guðjónsson. Og númer 21 Frosti Brynjarsson. Þjálfararnir okkar Haukar Ígor Bjarni Þorstins, Þóra Jóhann Ásgeirsson og Kjartan Reykjavík. Sjúkraþjálfarinn hinn Eiríksson Ellert Ingi Hafsteinsson. Dómari í dag er Ásmundur Þór Sveinsson og aðstoðardómarar þeir Ragnar Arli Sveinsson og Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson. Eftirlitsmaður KSÍ er Jóhann Gunnarsson. Áður en lengra er haldið þá ætlum við að heyra hinn eina sanna Þórð Jón Jóhannesson. En í dag spilar hann sinn 100. leik fyrir meistaraflokk karla í Haukum. Gerir það betur, við þekkjum þetta Þórð Jón sem Dodda, okkar fyrirliði, okkar fyrirmynd á vellinum og það er Jón Erlends, formaður meistaraflokksráðstefnunnar á Haukunum sem átti að afhendunum hérna tryggðu tilnefna þessu. En að lokum vil ég bara vona að þið njótið leiksins, berum virðingu fyrir öllum þáttakendum leiksins og munum að knattspyrnuhreyfingin stendur saman í baráttunni gegn einelti. Vona að þið látið ykkur heyra í stúkunni og að sjálfsögðu áfram Haukar! Góðan daginn og verið velkomin í Haukar TV á leik Hauka og KF. Síðasti leikurinn í sumarjanardeildinni á strákunum og gestirnir frá Fjallabyggð. Halldór heiti ég, formaður knattspyrnudeildar og ætla að lýsa leiknum hérna. Brynjar Viggósson, formaður barna- og unglingaráðs, er á leiðinni og verður með mér hérna en núna fyrir leik þá vorum við að heiðra Þórð Jón Jóhannesson, fyrirliðið okkar, leikmaður númer 6, Dotti sem allir þekkja sem Dotti hér í Haukum en hann er að spila sinn 100. leik. Glæsilegt til hamingju Dotti, algjör fyrirmynd á bæði innan sem utan vallar en þið sjáið að leikurinn er farin af stað. Og ég ætla að renna þessi yfir liðin. Númer 21 í markinu hjá KF er Javon Gerard Sampul, númer 5 er Nikola Kristín Stojanovic, 8 Sævar Gylfason, númer 11 fyrirliðin Gretar Áki Bergsson, númer 13 Atli Snær Stefánsson, númer 16 Cameron Boats. Og ég sjá, átnir okkar strákar í Haukum í sóknarna en KF gerir vel þarna, en það er eitthvað að gerast, dæmd aukaspyrna. Höldum áfram með liðin, 18 Aron Eli Kristjánsson, nr. 19 Þorsteinn Már Þorvaldsson, nr. 23 Birkir Már Hauksson, nr. 24 Ljúbomir Delic og nr. 45 Ómar Díok. Þjálfari þeirra KF manna er Slobodan Milicic. Þarna vinnur Dotti boltan, Frosti með hann hérna, geysist upp kantinn. Tommi með hann kemur hann fyrir og innkast. En annars lið okkar Haukastráka í dag í markinu er Óskar Sigþórsson, kemur aftur í marki eftir að okkar efnilegi Indrid Hóti er búin að standa í rammanum upp á í síðustu leikum. En Óskar komin aftur í marki í svona síðasta leiknum og maður sjá eitthvað, gott væri hana Aron Skúli með skot sem markvörður KF manna Javon ver í horn. En nummer 2 í vörninni eru Tumi nummer 2, Máni nummer 3, nummer 5 Sigurjón Már Markússon. Nummer 6 er Þórður Jón, Dotti fyrirlið okkar, yngrum minna að sjá hvað við gerum inn í horninu.
þarna munaði litlu en þetta aukaspyrna þannig greinlega. Númer 8 Ísak Jónsson, númer 9 Tómas Leo, númer 11 Aron Skúli, 14 Páll Hróar, númer 17 er Daniel Snorri og númer 21 Frosti. Og það er gaman að segja það er ungir piltar hérna peyjar á bekknum hjá okkur í dag, Aron Wolfram hérna á rauðum flokki og Baldur Örn og Sævar Orri, ungir strákar hérna, 2003 og 4 strákar. Nú Geysis KF með boltan, vel gert hjá Danna, vinnur þetta vel hérna, vinnur með sendingu fram, aðeins og langt. Og þjálfarteimi okkar er jú Ígor, Tóti og Serdan Rajkovic, eða Rajko eins og hann jafnan kallaður. Birkir með sendingu hérna. Sendingu fyrir. Þetta getur orðið svolítið hættulegt en það er markspyrna frá okkar marki okkar haukamanna. Það er Tumi með boltan. Doddi, Tumi, erfið sendingan á Óskar. Soldu er að leika sér eldinu hos manni en er að viljast alltaf leysa þetta. Máni Mar. Ísak með sendinguna reyndir að Tómas dæmdu brotlegur. Man ekki alveg svolítið með þetta hérna. Það er löng aukaspyrna, Cameron Bóts með langa spyrnu hérna fram. Páll Hróa fyrir upp í skallan, vinnur boltan hérna. Jæja, þetta fyrir þokkalega fjörlega af stað. Svo sem ekkert undir í þessum leik hjá hvoru liðin nema þá stoltið. Og að klára þetta mót eins bestan máta og hægt er. Nei, herru, nú er algjör varnarmistök hérna og það er mark. Klöðagangur í vörninni hjá okkar mönnum og þetta nýttu sér vel. Og KF komið yfir. Ekki alveg svo byrjuð sem við allan að haukamenn voru nú að vonast eftir. Mark hérna eftir tæpa 6 mínútur. En nú er bara að sjá úr hverju okkar drengir í gerðir. Þetta er þriðja sinn sem liðin mætast í sumar. Við Haukar unnu KF í bikarnum sem í sumar en síðan tóku þeir okkur í kennslustund hérna í fyrirleikliðan í deildinni. Það sem við minni að veri 5-0 eða 5-1 fyrir KF. Þannig að það er svolítið svona okkar allan að hefna ófarin að bæta fyrir þessa deildarleiki.
Það er innkast. Vildi nú vera að fá einhverja aukaspyrnu þarna. Stojanovic, mér sýndist það verið. Hans Tómas eitthvað brotlegur. Þetta er ekki gott. Þetta er bara beint yfir á markmann þeirra í KF, hann Javon. Leysa þetta vel. Vel gert á Sigurjóni. Dotti með hana, Ísak. Kemur hann út til vinstri á Pál Hróar. Það gerir Palli. Ísak. Það er Dotti. Það er svo stuttur. Þannig er innkast sem Haukamenn eiga hérna. Það gerir Máni, hann er Frosta og það er hot. Og Tómas með skot rétt framhjá, en það er raun og horfspyrna. Þeir vildu nú fá brotan aftur einhvern veginn í teig, KF menn. Góða svo til. Þetta er á stutt. Þriðja hornið. Það er Tómas sem er að taka þessar hornspyrnur. Þannig að þessar tvær núna. Úff. Já, mark. Ég sá ekki almennilega hver þetta var. Sástu númer hvað hann var? Það er eftirlitsmaður KSÍ aðstofa með hana. Þetta er leikmaður nr. 8 og það er auðvitað Ísak Jónsson. Glæsilegt mark. Gott er að búa að jafna þetta. Virkilega gott. Spurning hvort við séum að fara að fá einhverja markaveislu hérna í dag. Kemur pabbi Ísaks og setur hann markið inn fyrir okkur hérna í Hauka TV. Það er bara hannig. Vel gert hjá Palla hérna, vel gert hjá Palla. Tóti þjálfari ánægði með þetta. Svo fínu tæklingu og sem við Haukamenn eigum innkastið. Palli með innkastið og Atli Snær í liði KF ekki ánægður með þetta, hafa ekki fengið þetta innkast eftir þessa baráttu Jón Mána sem tekur innkastinu fyrir okkur Hauka. Palli með langan framina, það er svo langur. Það er Bóts með boltan.
Það hann Nikola Kristinn Stojanovic hana, sendingu, kemur hana, djúpur hana inn á miðinni. Það vel hreinsað á Sigurjóni. Þetta hefði getað hættulegt að hann Ómar hefði getað komist í þennan bolta og gert sitt annað mark í leiknum, en Sigurjón bjargaði vel. Það ekki alveg að virka þessar löngu sendingar hérna fram. Ísak pressar á Nikola Kristinn, kemur honum. Ekkert á þetta, segir dómarinn. Hann svona að reyna að láta leikinn, láta þetta fljóta svolítið, sem bara gott og vel. Vel gert þarna hjá Sigurjóni, en KF fær innkast. Það fátt fámennt í stúkunni í dag. Veðrið svo sem ekkert alveg að hjálpa okkur, en svo sem leikur sem skiptir litlu máli. Enga síður hefði nú verið gaman að sjá aðeins fleiri andlit hérna að styðja strákana. Danni hérna, aðeins og kemst inn í þetta, en þetta er bara boltinn, segir dómarinn, lætur þetta fljóta áfram. Gert hérna að tuma. Nei, herðu. Þeir voru mjög ósátt við þetta. En leikurinn að stöðar, leikmaður KF liggur hérna middur. Það sé hann Atli Snær mögulega. Það er smá aðhlynningu. En eins og ég nefndi aðeins, hérna, þetta skiptir engu, en það er svolítið spilað upp á stoltið. Þetta hefur verið allavega fyrir okkur haukamenn, hérna í sumar. Þetta vonbrigði að vera svona neðarlega í deildinni, ýmis áföll, og hérna við stefndum að sjálfsögðu mun herra. Við ætlum að vera að berjast það að komast upp, og það gekk ágætlega framan á móti, en síðan bara lendum við í því að tapa ansi mörgum leikjum. Jú, einhver meiðsli lykil manna spila þar inni, en svona þetta, það lendi allir í meiðslum, þannig að við þurfum bara að díla við það, og það er bara áfram gakk. Og að sjálfsögðu markmið að gera enn betur á næstu leiktíð, enda er það okkar markmið hér á Ásvöllum að koma okkur upp í Lengjudeildina sem fyrst. Brynjar Viggósson, sem ég kynnti henni upp að, hann var að stíga hérna í hús. Ég er að fara að setja á sig grænar. Hérna alveg móður, þannig ekki oss sem ég sé Brynjar móðan, en hérna nú er þessu þvílíkar hlaupaformu, alltaf hlaupandi. Hvað segja menn í dag? Ég segi fínt, vertu velkomin Brynjar. Akkurir, kransagöggur í fermingavíslunum voru góðar. Já, heggi. Það eru fermingar alla daga þannig. Já. Þú er aðeins leyft þér að fara þessi kökunar.
Allt sem byrjar á K er minn veikleiki, sko. Það er bara svo leiðis. Ég ætla að leyfa þér að túlka restina. Ég ætla að sleppa þig. Ég ætla að leyfa áhörðum að ég út að segja eitthvað heima í stofu. Já, hvað segið mér? Fólk sem var að sitjast núna og Brynjar Vigfússon sem var að mæta í Ísland. Þetta er búin að vera svona fram og tilbaka, en hérna voru smá mistök hjá okkur hérna, varnarmistök hérna sem leiddu til þess að þeir fengu bara mjög einfalt mark. Það var leikmann númer 45, hann Umar Diuk sem skoraði mark KF hér alveg í byrjun leiksins hérna og eftir einhverja 5 mínútna leik. En Ísak okkar Jónsson, hann hérna jafnaði eftir að hann fékk boltinn barstu í teig eftir hornspyrnu. Já, frábært. Ísak frábær leikmaður. Já, gaman að sjá hann koma sterk inn aftur. Já, hann er alltaf búin að vera einn af þessum búin að glíma svolítið meiðsli í svolítið langa tíma. Mikið stóra hluta á sumrinu og síðan eins og ég voru að fara hann yfir á hann, ég var svona aðeins að byrja að renna svona yfir þetta sumar hjá okkur sem hefur auðvitað verið vonbrigða tímabil. Það verður bara segjast eins og er. Já. En hérna, það er bara hannig að nú er aftur ykkur mistök, hérna voru bara mistök, sko. Hérna voru heppin, sendi ekki feilaði. Já, við erum bara heppni með þetta, sko. Ok, við losum okkur út úr þessu. Já. Þetta er hérna, Sigurjón, vel gert hjá honum. Veitu, nú ætlar dómarinn að gera hvað? Hann ætlar að spjalda eða hvað? Veita tiltal. Það er Tumi. Aldrei að gera þetta aftur, vinnur. Tumi tekinn á teppið. Það er bara þetta var stöðlað og fínt. Já, Tumi tekinn á teppið. Heyrðu, já, þetta er hérna, það rignir yfir okkur hamingjan, Halldór. Þetta er nú skriðtæklinga við, það getur nú orðið hérna spjöld. Það er bara vonandi að það sé ekki sami dómarinn í kórdringunum, þá var hann ekki með spjöld á sér, sko. Það var hérna ákveðin leikmaður. Hann kendur við endurhæfingarstofnun sem hérna var hreinsaður á spjöldum. Það er Rámstað. En það er aðstofa fólk hérna sem er með gleraugu, þurrka gleraugun, það rignir vel, við þurftum ekki að vöka fyrir leikinn, við erum búin að vera að vöka fyrir flesta leiki í sumar en sluppuðu það núna. Já, en hérna, eins og ég var að nefna á hann, að við náttúrulega vorum að stefna að komast aftur upp í lengjudeildina sem við auðvitað viljum koma okkur sem fyrst, en hérna, og við munum bara halda áfram að stefna því markmiði, það er bara hannig og erum byrjar að vinna í þá vinnu fyrir svolítið síðan og hérna það er bara áfram gakki í þessu, stundum bara gengur þetta upp í fótboltanum og stundum ekki, þetta er bara eins og með allar aðra íþróttir. Já, það er ekki flókið og hérna það er bara áfram gakk og það er eina svarið, eini málsáttur sem við getum notað og gefast aldrei upp og hérna nú er bara að herðar og öðrum klára þennan leik með sæmt og ekki gera svona sendingar eins og við lendum í hérna. Þannig að Tumi að ekki gera vel. Hvað þarf Sigurjón að gera? Tumi skiptir yfir þetta og vel gert hjá Sigurjóni. Já, virkilega. Nú er svolítið losar bara einn teig. En Óskar vel. Það er bara lóðandi heppni. Já, við erum bara, þetta er bara mark. Númer hvað er þessi? Sástu, nei, ég sá ekki númerið á hana, fylgjum honum eftir. Er þetta númer 5? Nei, er þetta Nikola Kristinn sem hafa skorað? Þetta var súrt í broti þegar við erum búinir að losa spennuna og ná ekki að hreinsa þetta. Þannig að við lendum í klandri og náum ekki að losa þetta. Það segja 24. 24, það er Ljúbomir Delic. Hann kemur á þeirra ágættu fjölskyldu Delic fjölskyldunni. En þetta er klauflegt, en það er spurning hvort við fáum bara einhverja marka veisluðin í dag. Já. Við eigum náttúrulega að harma hefnaðina síðan úr síðasta deildarleikum og í bikarnum fyrir norðan. Já. En síðan alveg steiktir á teini. Síðan voru við teknir í bakaríið í deildinni. Þannig að það er bara svoleiðis. Erum við eitthvað aðeins seinir á boltan núna? Fyrst mér finnst það aðeins. Kemur Tómas, mót fyrir einhverjum knái, það er ekki að losa boltan. Það er svona, þetta er að komast aftur upp þessi staða. Þetta er ekki gott, sko. En aftur er Sigurjóni sem bjargar hana. Nú er að menna að fylgja að koma tilbaka og hjálpa, sko. Við erum að klára þetta. Hann gefur boltan fyrir þannig, fer í sinn
Þau voru að byggja Nei, hann fekk hann bara sjálfur í hendina, hann er að veifa það. Hann er heiðarlegur leikmann þessi. Þannig að En auðvitað alltaf pirrandi að fá sér svona mörk og kannski það sem aðeins slegið okkar menn út af laginu. Nú þurfum við bara aðeins að taka boltan, Tumi róar þetta bara niður og Óskar tekur á mótunum. Ég reikna nú ekki með öðru nema okkar strákar. Nú vil ég nú allan að ná okkur þokkalegum úrslitum hér í dag, að loka hófi í kvöld og svona og það er nú alltaf skemmtilega að fara á slíkt þegar maður er búinn að allan ekki tapa sko, maður vil allan að fá eitthvað út úr þessu leik sko. Nei, akkurat. Þannig að Söðu Danna, það er frábært að fá Danna aftur inn eftir erfið meiðsli. Já, þannig að kemur nú annan nagli, Doddi. Við vorum að heyra Doddaðinu fyrir leik, 100 leikir. Þetta er 100. leikurinn hans. Já, það er aldeilis frábær nafnbót og áfangi það. Já, en Danni náttúrulega er einn af þessum mönnum sem búin að vera frá í nánast allt sumar, en í þeim leikjum sem að Danni hefur komið inn, þar höfum við farið með sigur á Hólmi. Já. Núna í síðustu leikjum. Það er bara svo. Það er nú bara þannig, en hann kemur inn með mikinn kraft og mikla orku. Hann er ekki stærstur á vellinum, hann er með stórt hjarta, stóran haus. Hann er með óþægilega nærveru fyrir andstæðingana. Það er bara svo. Það er bara þannig. En frábæra fyrir okkur. Já. Hvað ætlum við að gera hana? Við náum ekki að slökka í þessari skyndisókn. Já, klára brotið, það er mikilvægt, klára brotin. Ok, herðu, við ætlum að halda áfram. Hvað séum við á kvennaboltanum, Halldór? Jó, það er vonbreið það líka. Það er 5. sæti. Já. Ég hef nú að segja hérna, ég fekk að heyra þetta frá mínum gamla þjálfara hérna, hún er Peter Bamrók hérna, okkar vin hérna sem er búinn að starfa inn á Ásvöllum í frá upphafi. Hann var að messa yfir mér á hann. Þú fengið pistina, gott að við komum seint. Já, hann bara, Dóri, þetta er bara skandall hjá meistaraflokki karla og kvenna. Já, ég bara ánægður að við getum tekið þetta á okkur. Já, það er bara hannig. Við hjálpum bara okkar strákum og stelpum að ná betri stemmingu og gott bara að heyra þetta frá svona miklum fagmann og keppnismanni. Já. Eins og Peter Bamrók er. Já. Þannig að það er bara hannig. Já, en þær byrjuðu vel, það er unnu svarthvíta nágrann okkar og þetta leit ágætlega út. Já. Og svo einhvern veginn mistu þær taktinn og hérna. Það er svolítið hannig, það er svipað, við missum hann einhverja lykilmenn þar líka, þetta er svolítið búið að vera bæði liðið svolítið meiðsli, en það er alltaf hægt að segja nota það sem einhver afsökun, en þetta var bara ekki nógu gott og það er eitthvað sem þannig að það er bara áfram og við viljum koma stelpunum herra og við viljum koma þeim í efstu deild. Já, það er eiga heima þar, hvergi annars þar. Það er bara það sem við viljum gera. Það er aðeins betri rúllandi núna hjá okkur, sjáðu þetta, skiptingin hérna aftur yfir. Máni er eitthvað aðeins að stríða okkur, en hann vinnur það sjálfsögum með skallapolta og þessi maður, Doddi, hann er líklega sá maður hjá okkur sem er búin að vinna flesta skallapolta. En ekki er hann hæstur á vellinu sko. Nei. Hann er með rétta tæming og rétta púsið sem þarf stundum. Það er bara hannig. Já, en annars er þetta svona yngri flokkanir hafa svona í heildina gengið áðurlega hjá okkur í sumar og og gaman að sjá það að það er svo 3. og 4. flokkur karla hjá okkur fara í undanúrslit báðir í Íslandsmótinu. Alveg frábær árangur hjá þessum 2 tilteknum flokkum og margt mjög gott í starfinu hjá okkur og ef ekki lest og við erum þetta bara alltaf að efla og lagt mikla áherslu á þjálfara til þess að búa til góða leikmenn. Þetta var nú soft, þannig að dómari soft. Þegar menn komu fjallabið þá lérum við ekkert svona dómgæslu sko. En hann liggur hins vegar hérna númer 11. Hann liggur mittur hérna. Já, en í heildina er þetta búið að vera bara þannig fínt bara hjá yngri flokkum, líka kvennamegin 3. og 4. flokkur, við fórum aftur að stað með annar flokk kvenna og það verkefni hefur verið að ganga bara ágætlega. Þannig að síðan sjáum við hérna í 19. daginn karlamegin að þar eru nú 2 uppaldir drengir í byrjunarlið, Kristoffer Jónsson og hann Arnar Númi. Já,
frábærir. Þetta nú strákar sem eru aldrei inn upp á svöllum og við sjáum núna í vikunni, þá voru í byrjanliðinu Íslands Svíþjóð í U19 kvenna, þar voru bæði Mikaela Nótt og Berglind Þrastardóttir. Bara byrjanliðinu, þannig að það er gaman að því að við erum með hérna unga hauka krakka og síðan eru við nú með hérna einhverja þrjá drengi á Ítalíu og komnir í akademíur þar og ekki bara í akademíu en hérna eru í flottum liðum þar. Algjörlega og hérna það eru þeir Þórir Jóhann og Kristófi Jónsson og Ólífi Steinar. Þetta eru hérna alveg frábæri strákar og hérna hafa aðlýst upp hérna hjá okkur ásvöllum og eins og þú segir það eru stelpunir alveg frábæra líka og gaman að það séu að fá hlutverk, svona stór hlutverk í yngrilandsliðinu. Algjörlega. Andri Steinn síðan í 3. flokki og hann er þannig að fara líka í U15 og hérna. Við erum þetta æfingum helgina, þess vegna er hann nú ekki í hóp í dag sko. Nei, við ætlum að skila honum meiðslalausum inn í það verkefni og vonandi að þið gerir það líka það sama. Þannig að það er bara mjög spennandi tímar framöndan hjá okkur og við þurfum bara að byggja á því góða sem áfram hefur verið byggt upp hérna og halda áfram. Sum tímabil hérna fari ekki eins og maður ætlar og ég held að til dæmis Valsmenn hérna okkar systrafélag þegar ég held að þeir getur nú vottað eitthvað svo list tímabil, reynda kvennamegin frábærar og meistarar en hérna það fer ekki alltaf eins og maður ætla. Nei, þetta er bara svona. Þetta er bara svona. Hérna er svona, það er svona svolítið klafs í þessum leik núna. Þetta er svona miðju einhver bardagi. Við þurfum eitthvað aðeins að rífa okkur upp úr þessu. Við vorum aðeins farnir að dreifa spilinu hérna og skipta milli kanta og svona. Við vorum aðeins að fá að setja þetta í gang en einhvern veginn er eins og við verðum aðeins litlir í okkur við að fá þetta annað mark á okkur. En við menn eiga bara að setja kassan út. Mæta rýningunum. Það er bara þannig maður, þetta er bara fótboltaleikur, það er ekkert undir nema stoltið og heiðurinn og vilja vinna leikinn, það er bara þannig. Já, ætlum við eitthvað að tjekka á því hvernig staðan er í hérna hinu leikjunum. Ég myndi giska fyrirfram, ég var nú búinn að hugsa því á morgun, þegar ég væri að mínu morgunskokki, þá hugsaði ég að KF og Völsungur myndi vinna báða sína leiki, þegar voru að spila við lið sem voru bara róleg sko. Þú heldur það? En svo kemur annað í ljós kannski. Ertu komið með þetta upp á skjáinn? Heyrðu, við erum að fara að tala um það að KVF er komið yfir á móti Þrótti. Það er bara þannig, þú ert á réttu róli þar. Og þú ert líka á réttu róli með Njarðvík Völsung. Völsungar eru komnir yfir á móti Njarðvík, í Njarðvík. Já, þetta er einhvern veginn kannski erfitt að keyra sig upp í svona leiki sko. Þessi úrslit þá þýða það að KF er að fara upp og það sem er athyglisvert við það að þá eru í lengju til 2 lið sem eru ekki með yngjurlokastarf. Og hérna er þetta vísbending það sem koma skal og verður konum með þetta í Pepsi Max innan nokkur ára. Það verður fróðlegt að vita en þetta er nú eitthvað sem hreyfingi verður þá að taka á. Það er nú bara þannig. Ég veit að það er í allir að sama máli þar. Já, það er nú breiður hópur stjórnarmanna sem getur tekið á því vantarlega. Eða ekki. En það klárast á næsta aukaþingi skulum við segja. Já, það er bara. Hvað ætlum við að gera núna? Páll Róa sem skoraði glæsilt mark í Skagavallinu síðustu helgi. Ég meira segja sko þegar ég sá markið fyrst ég held að Gísli hefði gert þetta en Páll Róa á þetta greinlega til og það var glæsilega gert hjá honum. Það var vel gert hjá honum. Og nú, feilaði sendingin hérna hjá Frosta. En hver kemur annar Danni til að sópa það upp? Það er svo langur hérna, það er reynalega. Já, ég var uppstæðið líklega að skora þannig sko. Síðan er Kári komið yfir á móti Magna á Grenivík. En það er 0-0 hjá ÍR og Reyni Sandgerði en það er engar upplýsingar hérna leik Fjarðabyggðar. Hér leikur bara boltinn í gegn og menn horfa bara boltan og hvað nú? Ekki góð varnarleikur en Danni og Páll Róa taka þetta og Dotti kemur svo hvert. Nei. Þú verður svolítið að nýta þetta aðeins að reyna að breyka á þá sko. Ekki hanga boltanum. Eins og látið þetta ganga strákar. Látið boltan ganga. Við Halldór við erum þess hérna erum sammála það að við viljum láta boltan ganga. 1, 2, 3 touch, ekki meira en 3. Annars koma menn sér í vandræði sko. Það er bara hannig. Þetta er einföld og falleg íþrótt við höfum að flækja þetta.
Nei, sem við reyndar náðum ekki að sigrast á og verða starterar. Nei, það er svo þægilegt að vera í því, sko. Já, Ísak. Það var einhver að vera þar, einhvers það vera vondir að vera Brynjar. Já, eða góðir. Eða það. Leifum öðrum að dæmi það. Þarna var rangur, en þetta er okkar bolti og Tumi bara rólegur yfir með hann bolta. Við þurfum að jafna hann leik fyrir hlé, það er bara svo leis. Það er bara hannig. Herru, síðan vorum við að ráða nýja þjálfara í annan flokk karla. Já, og hann mun sinna líka þjálfun í fjórðaflokki. Já. Og það er hann Alexandri, hann er alveg Fernandes. Já, hann má smella því, við munum kalla hann Alex. Já. Og hann kemur frá Katalóníu, mikill Barcelona-maður. Spurði hann einmitt af því hvort hann væri Espanjól eða Barcelona. Hann var ekki lengi að benda mér á Barcelona-merki sem hann var þá með í barmi sínum. Það er bara hannig. Og hann er mikill, hann er heitur stuðningsmaður Barcelona. Já. Og ætli þeim veitir nokkuð af svoleiðis mönnum í dag. Nei, mitt, nákvæmlega. Hann er mjög ástríðufullur fyrir íþróttinni og hann sagði við mig áður en hann fór í haustfríið sitt að hann geti ekki beðið eftir að byrja á Ásvelli. Hann var gríðarlega spenntur, hann er aðeins búinn að sjá til strákana og gríðarlega spenntur að koma á Ásvelli og taka þátt í því. Og ég er alveg þess sannfærður að drengirnir er eftir að finna fyrir þessari miklu ástríðu sem hann býr yfir og svo veit ég að bara þegar maður var að kanna baklandið að æfingar mjög skemmtilegar og fjörar og mikið líf og mikið fjör og flottur þjálfari. Þannig að það er mjög spennandi tímar í þessum flokkum og sem á öðrum. Við vorum að kveðja Freyr Sverrisson. Já. Sem búinn að vera stóð og stytta hjá okkur í ynglokastarfinu. Í 15 ár. 15 ár. Býttu nú við, hvað gerir 45 Sigur? Já, talandi stuðningsmenn erlendra félaga, þá er nú Freyr, þó að við verðum nú að nefna það, þó að við séum nú stuðningsmenn Manchester United. Og þannig Frosti kominn. Takt hann bara á. Hann að gera það, og svo, og hvað? Nei, oflokar Aron Skúli og hann er ekki að gera þetta og gefur svo boltan frá sér. Þetta er ekki gott. Þessi strákur frammi hjá KF, hann er nokkuð sprækur. Já. Nokkuð lunginn, það er alveg múið að segja það. Máni gerir eina rétt í stöðunni, að losa boltan yfir á Sigurjón. Máni, við sendum mömmu Mána sérstakar afmælis óskir sem á afmæli í dag. Ég held sé 39 ára, ég man það rétt. Allan að leyfi því að standa. Dóri fyrir að hlæja. Heill og óskir til Telmu. Það er bara hannig. Það er dóttir mín og einmitt afmæli í dag líka maður. Já, það er gaman þessu. Já. Það er 19 ára. Þarna, já, er 19 ára dag. En talandi Frey, hann er einmitt stattur út í Liverpool. Já. Hann var að leika daginn með Crystal Palace, sagði mér. Hann einmitt kemst ekki á lokahófið með okkur í kvöld. Og var síðan á leiknum AC Milan. Og er síðan að fara að leik held ég helgina líka. Já. Er hann í dag? Nú. Já, það er greinilega einhverju púllarar hérna. Já. Það er eftir, það hefur verið að gera línu hérna. Það eru við United-mennir í útsendingunni, síðan er það Jón formaður meistaraflokksráðs og síðan eftirlitsmaður KSÍ. Ekki bara að benda mér við neitt. Ég get alveg verið með Liverpool að þið tveir þarna með. Allt í lagi þetta. En annars finnst mér, ég verð að segja eins og mér finnst alltaf rosalega súrt þegar menn halda orðið líkuði meira með einhverju erlendum klúbbi heldur en íslenska félaginu. Býðum þarna félagi, hann munaði ekki miklu þarna. Tómasi, hann hefði klárað þetta í annarkvort horni sem sannur hotfyrringur. Þetta var flott. Þetta er meira af þessu strákar. Já. Meira af þessu. Við erum komnið fram á 37. mínútu og það er sjáðu þennan strák, hann er helviti sprækur, ásaki blótið, en hann er mjög sprækur hann. Já. Stríðið aðeins. Smá kæruleysi yfir okkur, en boltinn, hann er farin út af. Jú, en hann fær kredit fyrir góða reynslu. Það vil einnig.
En Freyr sko búinn að vera hérna alveg í góð 15 ár og skila mörgum leikmönnum upp í gegnum starfið og ótrúlega sterkur karakter og unnið gríðarlega gott starf og sem við erum afskaplega þakklátir fyrir, en allt hefur sín tíma og hann ákvað að fara aftur í Bítlabæinn hérna Suðurnesjum og komin heim og hérna nú getur hann gengið í vinnuna og þurfti hann að ganga í bílinn og svo keyra á brautinni, þannig að hann hérna á örugglega eftir að gera gott starf hjá þeim Keflvíkingum. Engin spurning. En áður hann fór í Bítlabæinn íslenska þá býða nú, hvað gera þeir? Já, við náum að koma sér frá. Þetta er svona, við erum að skapa okkur eigin bara vandræði þarna aftast. Já, við erum líklega hættulegast í sóknarmaður KF. Það er svona, við erum búin að vera í djöfis rugli bara. Nokkur sinnum. Þeir eru duglegir, KF-menn, það verður að segja þessu. Já, þeir eru komnir hérna alltaf bara. Þeir ætla að reyna að eiga skemmtilega rútuferð norður. Það er nú bara þannig. Já. Það er alveg greinlegt. Já. En það er líka, síðan er það... við sending kannan milli Ísaks og Mána. Já. En það er náttúrulega eins og með, með Freyja, hann sé að fara, en við erum nú lánsami með það að hafa náða alveg upp hérna öfluga þjálfara hér í barna- og unglingastarfinu og hérna erum með flotta arftaka og strák þjálfara sem eru búin að fá mikla reynslu og eru ungir en eru yngri þjálfarar en hérna búin að læra af þeim eldri og sækja sér menntun og svona. Já, koma svo Palli. Nú veist það að meina, það er svo löng sending þannig að þeir ná að þétta ræðinar hann inn í bóksinu. Dotti kalla var aðlust að bolta hann en Aron svolítið skilinn eftir. Það skuli hvað ætlar Óskar að gera? Hann er að losa þetta. Já, vel gert Óskar. Svípa þetta vel. Bjartsýnn Hæll. Ok, við stillum það aftur upp og setjum þetta í okkar prógram. Gargamenn á að færa. Hann einhvern veginn náði því ekki, hann lúðrar þessu bara fram og býður Mánamar upp á skallæginni og sem hann sjálfsögðu vinnur. Þetta er bolti af KF og þetta er hotspinna. Annað er bara skandal. Nei, þetta er algjörlega sofandi háttur hjá dómara. Það var að segja þessu þess. Og eftirlitsmaður KSÍ henni við hliðan okkur. Hann er punkt þetta niður. Við gefum rjómavöflu kannski hálfleik. Við lögum þetta. Þessi bolti er allavega nokkað, réttlæti sér úr lókum. Já, en aðeins varandi sko þjálfaran hjá okkur, þá er auðvitað þannig að við erum með mjög þéttan hóp af þjálfurum og mjög góðan hóp og þjálfarar sem búin að vera lengi hjá okkur og undir frábæri handleiðslu Helgadóttur sem er búin að vinna ótrúlega gott starf hjá okkur og má segja þessi límið hérna í okkar starfi og hérna þannig að við erum algjörlega í stakk búin við að taka á móti breytingum eins og þeirra sterkur karakter eins og Freyr yfirgefur okkur. Það er bara þannig. Allt í orðan þarna hjá okkur núna. Við finnst samt sko hjá okkur núna, við finnst við ekki ná að byggja upp nægilega vel. Bjóðum upp á kapplaup og eitthvað svona, en þetta er ekki sko, við erum ekki alveg að ná að spila okkur í gegn. Nei, það er bara ekki að gerast. Þessi er okkar bolti. Það er að nota. Þetta var hendi og næsti bolti þetta er tókstaf það er bara þannig
hér rignir enn eld og brennisteini og við hérna erum eiginlega bara þakkláttir þeim sem lögðu leið sína á að koma á völlin en þakkláttastir eru við þeim sem Tómas kom í gegn eða hvað? Nei, hann er að svipun út og hvað gerir Aron Skúli? Það er að valda boltanum hvað var hann að dæma núna? Hann dæmir rangstöðu. Þetta er í besta falli athyglisvert en Línu verður sér þetta betur en við þannig að við gefum honum krediti. Það er enga breytingar í öðru leikjum. Það er bara sama staða. Sjá nú, losa boltan. Við viljum það og við viljum fá hann hérna yfir en ekki gefa hann aftur í þann pakkan aftur. Og við náðum þessu þannig. Þetta var bara vel gert hjá Andra Gert hjá Palla þarna, Ísak kominn hann út í horn. Við erum svona mun að velja hérna mann leiksins, það er hérna pilsubarsmaður leiksins eða ekki? Jú, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis, það er vinnur okkar Pétur Viðars. Já, í Fimleikafélaginu. Hann er nú maður sem getur farið í splitt og spíkat, enda kann hann varna hlutverki mjög vel. Já, sangallegar Haukur í horni. Já, hann er Haukur í horni og hann er nú bara þannig þengjandi að hann vill að hans pilsur nái líka á Ásvelli. Það er bara hannig. Enda með mjög góða pilsur og borgara sko. Já, mér skilst hann afgreiði ekki nema bara alltaf með hráan lauk, það sé bara default sko, hann er svo harður. Já, herðu, er það Ísak? Ísak aftur, enda fagnaði sá gamli eins og... Já, gamli, farðu aftur í ofan minnur. Ég held hann alltaf að hlaupa inn á. Já, það er bara, herðu, ef við fáum viti eða aukaspinnu á okkar vellinum mikið þá látum við Ísak taka. Það er bara hann maður. Henda í þrennuna í dag. Strákurinn maður, bara komið 2. Vel gert. Verðum við ekki að setja hérna fyrir þessi örfá áhorundur sem lögðu leið sín á rigningaraðstæðan að kynna hver skoraði marki? Eða er það öllum fullljóst? Það er alveg hár rétt hjá þér. Mark Hauka með sitt annað mark í dag, Ísak Jónsson. Ég átti að taka mér vallahurinn líka og var hérna fyrir leik en ég er búinn að steingleyma það eftir ég er búinn að massa svo mikið með þér Brynjar. Það kynna mörkin. Ég ætla að vona ég virki ekki sem dáleiðari á fólki á þigin, ég er áhorundur. Ég gleymdi í fyrsta markinu sko, þannig að þá verður nú bara einn hérna sko að tala við sjálf mig. En við svo byttum nú við, hvað gerist? Tómas, ég ætla að vera að ná að stela boltanum. En við hefum ekki mjög erfiða samkennisaðal í dag, Halldór. Það er skilst að Liverpool Crystal Palace í beinni, þannig að það eru væntanlega margir að horfa á okkur. Já, ég reikna með því. Ég held við séum að fara að setja 3 marki hérna. Er það? Já, hvað gerir Máni? Tekur við boltanum. Þessi er að fara fyrir eða horn. Sérðu? Horni. Það er hornið. Smíðaverk, EHF. Við bjóðum upp á það. Alltaf að fá annar marka eftir hornspinnu maður. Það er nú saga til næsta bæjar maður. Við hefum nú ekki verið þekkti fyrir að skora mörg úr hornum á þessari leiktíð. Já, það má allan að segja að Ísak sé búinn að gera hósu sína grænar. Hann er rétt fyrir utan teginn. Já. Klári í slaginn, enda í grænum skóm. Hann tók svona Paul Scholes marka á þetta sko. Já, bara þannig. Þetta er alvöru, maður þarf að sjá þetta aftur. Já, það er bara hann. Við nú. Þetta er hvað, fór þetta á okkar manni? Mér sýnist allan að þeir verða það rólegir að þetta er okkar bolti. Og nú myndi ég segja að ég verði inn á vellinum, drífa sig að taka þetta engast, þannig að klukkan er orðin sko komin ríflega. Nefnum menn ætla bara að láta flauta þessu út með þetta engast. Hvað gera þær? Það er alltaf nóga kræsingum inni, ég er að minna nú fólk. Ég held við bjóðum nú bara öllum gestum og gangandi í Haukar í horni í dag. Ísak. Það var gefið með 3 marki í seinna hálfleik.
Það ekki? Já, það hefði verið full grúft að það setja þrenni í fyrirháleik. Það hefði verið bara skipt út af það, það fengi heiðurskipting í hálfleik. En það er skemmtilegt töts, þetta er skemmtilegt töts en gaf ekki mikið. En Danni, hann gefur það ekki, skilur. Hann er með 2 hana. Sæ? Komin í þetta, hann djöflast og djöflast maður. Það er brot. Þetta elsku við að sjá. Praktist bara láta Danna fá boltan, það er ekkert að þessu strugli hérna, KF. En hann flegar þessu fram, ég svolítið, voru þið eitthvað töf? Voru þið að bíða eftir mér eða hérna, Dóri? Það var nú smá hérna, sko? Það eru 2 búin að liggja hjá þeim, sko, hjá KF. Jú, það er rétt, það var rétt. Það var aðfinningu, sko. Og komum svo Palli. Tómas, hvað gerir hann? Hann er yfirverð. Tómas og Sigurinn eru yfirverðir gaurar hjá okkur, sko. Ef þið verið kennarar, þá verið líklega jógakennarar. Þannig að en nú er hins vegar, myndi ég segja, Sigurinn verið komin hressilega mikið út í svona stöðu. En það var kannski í lagi vegna þess að hann hafði grunum það að vera að koma hotspinna. Já, ég held að Sigurinn vill skora í dag. Já, þetta er bara þannig, menn vilja láta klappa sér á baki í kvöld. Já. Sjáum nú, þetta verður krullað inn að teg. Já, það er búið. Það er búið. Heyrðu, góði gestir, þið stígið upp og fáðu ykkur tesópa í hálfleik og hérna við komum að vörmu spori með seinna hálfleiki og Halldór. Við í Haukum viljum bjóða öllum í stúkunni að fara inn í vallarhúsið okkar, þar sem boðið er aðeins upp á mættir að fá sér kaffi og annað slíkt og síðan eitthvað.
Ja, Brynjar, við erum mættir aftur eftir smá teðsopa. Teðsopa og eitt snúð. Já. En það ekki snúður okkur, við erum hressir og kátir. Þeir eru að fara í breytingu hérna. Já, leikmann nummer 26, Bjarki Baldursson. Og hann ætlar að koma inn á fyrir hvern. Leikmann nummer 8 hérna, allan með stuppbúsum sem ég sé labba hérna. Það er þá Sævar Gylfason. Mér sýnist hann vera komin á velli. Já. Mér sýnist það allan að ég sá hann labba hér. Akkurat. Það er engin breyting okkar mönnum. Nei, það er svona, menn er að hrista sig í gangi hérna, það er alveg greinilegt sko. Og hérna, þetta verður bara fallegt hérna hjá okkur í seinni hálfleik sko. Það er ekki, það er búið að detta niður hérna, það er bara logn og jú, það er rigning, þetta er æðislegt bara fótboltaveður. Já, þetta er bara fallegt. Leikurinn byrjaður, Sigurjón með boltan, langa sendingu hérna fram. Á Frosta en Tómas ætlar að heyra þennan, hann gerir það, hann fær hins vegar smá bank á hausinn. Og hvað gerum við? En Tómas hristir þetta af sér. Palli. Hann verður undir þrýstingi í núna, Doddi er laflaus og hefur tíma. Hvað gerir Doddi? Ætlar hann að taka chipið inn. Þetta var feimur hann á dómarinn. Já, vel gert hjá hann. Það var skemmtilega hreyfingar. Já. Mögulega heyrst eitthvað hljóð en þetta var skemmtilega hreyfingar. Palli, ekkert rugglinastrákar, ekkert rugl, Danni hérna, nei eruðu, kaldur var hann núna maður, drengurinn. Og Doddi, sjáðu Dodda, þarna fór hann beint í, þetta er alveg, en við höldum boltanum og... Nei, Daniel, þetta var nú kærlega, maður sé nú ekki oft svona kærlega sig á Daniel, einhverja hælspyrnir hann, en það er svona. Já, Doddi er búinn að jöfna sig, hann fór nú beint í baki og hann hnakkaði hann. Ég er nú alveg að sjá flauta á þetta. Og yfir á Mána. Hvað gerir Máni í fyrsta? Þannig að við geta bara að lauma þessu mig og gefum fært mömmu sinni afmælisgjöf. Það er bara þannig. Já, þetta er nú alltaf kraftur í okkar mönnum bara. Magni er búinn að jafna á Grenivík á móti Kára. Aftur fer hann aftan í hann Doddi ekki sáttu við dómarann ef því að við höldum boltanum. Þannig að flautar hann núna. Doddi er orðin svona aðeins búið að sitja í baki á honum en hvað segum við hérna? Aron Skúli tekur hann niður og Páll Hróar chippar þessu inn en hann er ekki að losa sér nægilega vel. Aron Skúli með boltan fyrir utan teg og hann vantar að koma með fyrir spil. Páll Hróar þrengt á honum og Doddi kallar á boltan en Aron fer hann aftur og Páll ætlar að taka núna skemmtilega snúning en er því ekki. Við kallaði eftir Ísaki, við erum einhvern veginn aðeins og niðurlútir, við erum bara að líta upp sko. Það er alltaf lausi menn. Gengur aðeins og hægt, þeir eru duglegir KF menn. Þetta er eitthvað kærleys, við erum eitthvað komin í innanlandsboltan þar. Við erum á leiðin upp í Haukás. Þetta tökum við bara í kannski í desember. Árgangamótinu. Árgangamótinu, já, herðu, nú getum við að fara að hafa ekkert árgangamótinu að síðustu 2 ár maður. Nei. Við þurfum að rífa í það og efla félagsandann. Já, við tökum aftur árgangamóti. Þetta er frábær hefð hérna í mörg ár hjá okkur. Jæja, nú erum við konið. Frosti, hvað gerir hann? Hann vil aðeins klappa boltanum. Látum hann rúlla yfir. Nei, ekki rangur. Doddi er hérna, við ekki að þessu. Það var einn. Það var líklega þannig að Aron Skúli ef hann snert boltan að hann orði rangur. Dómarinn lét að flæða. Doddi, nei, hann náði ekki, Páll Hróar, býður Doddi búið að vinna aftur en þá ætlar Ísak að verið það, hann tekur þennan, eða hvað, það var Aron Skúli. Þannig já, Tómas sterkur, þetta viljum við sjá Tómas gera. Þannig já, næsti. Þannig, það er svo langur hérna. Við heldum þrýstingi á þeim, það er það ekki, erum við ekki aðeins að vinna okkur inn í þetta? Jú, þetta kemur bara. Sjá. Herru, það er byrjað
voru ansi grænt hérna nýja grasið okkar. Hérna sunna með við gerfugrasið. Já, það er alveg ótrúlega hvað er búið að taka við sér Já. og bara vonandi að það verði klárt næsta vor, þannig að það verði fljótlega þetta segjum sumar. Næsta sumar svona, en það er mjög spennandi. Það verður með hérna vökunarkerfi og svona. Já, Þessi strákur, ég hef gaman á þessi strákur, en hvað segjum svo er? vel gert. Hann veldur usla hana í okkar liði, sko. Ígor er hvassyrtur og hérna beitt í sinni rómu mjúku rödd. Já, það var gaman að sjá vöxtinn á þessu melli og hann er náttúrulega bara orðinn yðagrænn en auðvitað vantar allan þéttleika í vöxtinn en við skulum gera ráð fyrir að þetta verði komið á rétt ról ef tíðin verður með okkur. Já, já. Þannig að svæðið er að stækka hérna. Svæðið er að stækka og við náttúrulega munum, náttúrulega á tilgangurum með þessu grasi og Dómari, þetta er hann alveg, sko. að fá velli þarna sunna megin er út af því að við erum að vonandi verður nú farið í það svona innan fárra mánaða að fara að hefja gröftinn hér norðamegin við gerfugrasið, það sem knatthúsið á að rísa. Já, það verður hérna loksins leiðrétting þar á í hérna mannvirkjum hérna hjá okkur á Ásvöllum og hérna verður mikið lyftistöng fyrir okkar starf. Já, það verður bara bylting. Og þjónusta við íbúa bæjarins. Þannig að þetta er virkilega spennandi hlutir framöndan hérna hjá okkur. Heldur betur. Og það verður líka alvöru hús. Þannig að og mun bara vera fyrir íslenskan fótbolta, mun þetta bara vera stórkostlegt. Ekkert annað. Það er bara þannig. Og þetta verður alvöru hús. Hérna lítið dúka og segl hana. Já. Nei, það er svona, menn vilja fara með sjálfna leiðir í þessu en hérna. Já. Það er bara hannig en þetta er svona upp á að byggja til framtíðar. Þá teljum við þetta vera mjög glæsilega og hérna góða leið, skynsama. Já. Hér eru þeir að pressa okkur og hvað gerist nú? Þetta er dauðafæri. Þetta er nú maðurinn sem ég er búinn að hrósa og hann lætur dauða hluti ekki ósnerta, heldur sparkar í stöngina eftir að hafa klúrað þessu dauðafæri. Já, þetta var bara algjör dauðafæri. Ég held að það hefði verið erfiðar að skjóta framhjá hann heldur en að sitja inn í netið. Við vorum stálhefnir. Já, algjörlega stálhefnir. Það er bara hannig. Mættir að þakka honum fyrir þetta í kvöld. Aron Skúli ætlar að heyra þennan bolta en hann fór nú ekki upp í hann og sérði þarna, Tómas kom í gegn. Það frá Íslandingarnu frá Ísak. Hann taktu smá snudd á hann, eða hvað. Við fáum hotnið, þykjum það. Nei, guðmur almáttugur maður. Það hefur eitthvað verið í tessobónu hjá honum í hálfleikdómarunum og hann sá ekki augljósan hlut eins og að fá hotspinnu þannig. Nei, ég veit, þeir fengu fína snúða hérna úr bakaríinu maður. Á völlunum. Í hálfleik. Það er eitthvað verið í Berlínabólunni. Það er mögulega sko. Gott og vel, við vinnum bara boltan aftur. Annað tók með hendi dómari, þetta er náttúrulega alveg, já. Æja, hann er að sjá þessu augljósatriði en ekki atriðin sem við erum að sjá. Þannig að þetta er nú bara ágætt. Já. Annars hefur við svona alveg reynd að láta þetta fljóta þokkalega og það hefur nú tekist alltaf hjá hann sko. Já, við getum ekkert kvartað við dómarum, hann Ásmundur Þór Sveinsson búinn að dæma hann að leik bara mjög vel. Bara fínt sko. Það verður bara alltaf að vera eitthvað ásamt til þess að það sé meira gaman að þessu. Það er alltaf að geta aðeins tuða sko. Aron, duglegur og upp á lappir en þetta, hann vandaði okkur myndi taka hann að bolta, við tökum hann þarna. Já. Bjóðum upp á breytinu núna en Óskar setur hann beint inn í miðjupakkan. Þarna var vel gert við Ísak, Frosti tekur þetta og Tómas. Náðu nú ekki að vinna þetta en Máni. Já, þetta er sá sem kom inn og hann Bjarki Baldursson. Já, segðu nú Frosta. Sko,
Það var skemmtilega gert, líflega gert hjá norðamannum. Kemur hann aftur út á Fróðstað ekki? Nei, Máni Mána. Mar þarna. Dotti. Já, nú, hvað ég segi Já, við fáum hornið. Við þykjum þetta alltaf. Það segir mér svo hugur að sé að koma mark úr þessari hornspyrnu. Þú þar? Já. Þetta er klassísku tími. Við erum búin að halda nokkuð vel þrýstingi að þeim og þeir hafa átt 2-3 skyndiupphlaup og hérna kemur spyrnan Tómasi. Hérna og Dotti með mjög góð skallamaður, hann feilaði nú þessum, hann að segja þessu verð. En hvað kemur næsti bolti? Og það var óæðri endi sem fann fyrir þessu. Það gerir núna, hann ætla að lúra þess inn í hann Máni, þetta svolítið innalega. Já, bara beint yfir. Við erum aðeins að stilla okkur betur af, þrýstingurinn fín, við verðum bara að halda þessu áfram, þetta kemur. Það eru komin mörk í Breiðholtið í Seljakvarfið. Já, og það er staðan í leik ÍR og Reyni frá Sandgerði, staðan orðin 1-1. Já. Það er bara... Nú, Tómas hérna. Þarna kemur Máni, hvað ætlar hann að gera? Hann smellar þessu fyrir. Frosti, já. Já, þetta var munar nú ekki miklu hérna með okkur. Við höldum þrýstingum aðeim. Hvað gerir Frosti? Hann er galdramaður með boltan. Vel gert þarna. Þarna fór hún í Ísak, en Ísak er svo harður að sér, hann datt ekki. Dvimi tekur þetta og Danni ætlar svo að stela hann á honum, sögðu. Þarna, nei. Það er gult á Aron og nú er breyting hjá okkar mönnum. Það er hinn skoskættaði Hilmar Andrew McShane sem er að koma inn á. Já, hann fekk hérna mikla leiðbeiningar frá Ræko, hann er örugglega eftir að skora. Því að Ræko er markmannsþjálfari. Hver er það? Það er Máni Mar sem kemur á velli. Já, Máni er okkar maður og það þarf að hvíla Mána líka. Þannig að Danni dettur í bakvörðinn, hægri bakvörðinn. Akkurat. Og Hilmar kemur inn á miðuna. Já, þetta er leikur svona sem við ætlum örugglega að rúlla svolítið og þeir ungu strákarnir örugglega að fá mínútur líka. Já, Þetta er bara þannig leikur. Það þurfa allir að fá sína mínútur. Máni ætlar að hvíla sig. Þökkum Mána fyrir sitt framlag í dag. Næsti segir, þeir ætla að fara 3 upp í þennan bolta. Vantaði næst talandin hjá okkur. Það gerir Tómas. Dotti hana. Þannig kom Danni. Frosti er að halda þess inn á eitthvað. Já, en okkar einkast. Danni snöggur að koma sér leika eitthvað, já. Hilmar er einn af þessum leikmönnum sem er búin að prófa meiðslalistan. Þetta er svona eins og vinsældalisti, þetta er búið að vera ótrúlegur þessi listi. Meiðslalistin hjá okkur í sumar. Hann er búin að vera svakalegur í sumar sko. Það er ekki maður með mönnun ef hann hafi fæðið inn á. Þetta er alveg ótrúlega sko. Koma svo. Talastarkomir. Við ætlum að losa þetta palli. Dotti kemur hann á skúla. Kalla eftir boltanum Hilmar. Hvað gerir hann? Hann tippar þessu. Hann ætla að lauma þessu hann inn á hann. En Aron tekur hann bara aftur og hann skýtur þessu. Sérðu? Þetta var bara vel gert. Já. Flott. Við myndum að klappa fyrir sig að það hefum ekki mækin. Þetta er að koma, heldur bara þessu gangi áfram. Þeir eru örugglega að skipta á treyjum, síður hún að þessi leikmaður. Hún er miklu ná í leiknum. Veitir þetta ekki hvort að Kalli Gjálkeri verið sáttu það? Nei, það færi alveg með maður. Hún myndi ekki mæta á hófið í kvöld. Þeir eru bara rökkbröði, sænsku rökkbröði heima. Svo nú, hérna kemur Frosti, hann tekur hann hlaupin. Hann náði ekki að leggja hann vel fyrir sig, hann er lunginn þessi strákur hann, 16, hjá KF.
Já, þetta hann hérna Cameron Boats. Já, hann búinn að sjá hann með sigur hann, sko. Hann svolítið sigur. Þetta líklega auka, já, við verðum að setja okkur við það. Það bara hannig. Þarna eru foreldrarnir ábyggir hjá Ísak, við hefum gefið honum mikið lýsi í æsku og þetta sterkur strákurinn Ísak og stekkur í svona náum. Þeir þreifa fyrir sér KF strákarnir en missa boltanum leið og ég segi það. Tómas, með hann að koma. Það er rángur. Þetta var náttúrulega... Hvað er... Þetta var svona langaðir í gullspjald moment. Já, sko, sem hann má nú ekki við, þar sem hann er nú þegar á gulu. Já. Það er mjög hérna... Það var að leggja sér eldir þarna. Mjög iffi eins og maður myndi segja vondur íslensku. Hann er skjóðskur eins og við segja fyrir norðan, hann að þjálfara núna. Ég skil hann mjög vel, ég væri eða ekki verið sátt við hann. Nei, þetta... Það er hundur í honum. Já. Hann á ekkert marga sénsafla inni á dómaranum, sko. Nei, hann er kröftugur alltaf hann Aron Skúli og lætur finna fyrir sig, þannig að hann fer alltaf frekar séns lítill inn í leikina og svo nær þessi stundum í guld og þegar menn eru á gulu og kröftugir þá borgar svona reyna að vera skynsamir en sjáum til. Hann veit af þessu núna, kallinn. Það er núna eiginlega brot, sko. Já, hann er allan með henduna. Já. Það er brotið annað. Já. Vonum þetta sé ekki alvarlegt og hann banki í grasi, kannski. Eitthvað sárt. Já, þetta er bara... hann verður stjárn að segja hana. Já, hristir þetta af sér. Halldór, ef við horfum á aðra deildina, er ekki svona margt búið að koma okkur óvart þannig að þróun mála í sumar? Þá er ég ekki að tala um okkur, við ætlum okkur meira, en ég er bara að tala helst yfir deildina, er ekki svona... Jó, ég myndi nú alveg... Jú, ég held það nú, sko, ég get alveg ímyndað með það að lið eins og... bara eins og við, eins og Njarðvíkingarnir ætluðu sér án ef að vera ofar. Þeir enda hérna í 7. sæti, sko. Já. Einu sæti þetta er svona vonbrigða tíðanbíl líka á þeim eins og bara í okkur, sko. Já, ég er að örugglega ætla að pressa aðeins meira. Ég veit ekki hver innistæðan var en þeir voru með ákveðis mannskapir til þess vera. Þekki ekki breiddina þar en hérna... Nei, þeir ætluðu sér örugglega að vera ofarlega líka, sko. Svo kom mér skemmtilega óvart Völsungarnir. Eða leðilega fyrir okkar hönd, sko. Já, Völsungarnir hafa komið mjög óvart og KVF að vissuleyti, ef ég á að segja svo er. Já, ég vissi alveg að þeir verið með öflugt lið, en þeir eru svona ábúnaðar að standa sig bara feiki vel og eru líklega uppskerað þannig bara að þessu er bara að fara upp deild í dag. Já, ég hérna... Það er svona, fyrir mót hefði ég ekki spáð því. Nei, ég held að þetta verið svona bladra sem myndi springa og hérna... En þeir hafa bara staðið í lappirnar og heldur betur, vel gert hjá þeim. Gert vel. Við bara óskum þeim til hamingju með það. Já, ég er svo sem viðurkenni það reyndar líka. Ég vona að Völsungur fari upp. Ég kemur upp eitthvað landsbyggðarhjart í mér og ég vil freka alveg að Völsung fari upp heldur en eitthvað bélið á KR. Ég vil að segja alveg eins og þér. Já. Og hérna, en sjáum til. Þetta var nú eitthvað... Vildu eitthvað víti, okkar menn. Þetta var bak í bak eins og sagt þér. Það var eitthvað skrítið, sko. Ég held að hvorur að vita af hvorur öðrum. Hérna er nú stór hættulegt upplöf gæti orðið, en við náum að kæfa þetta. Sigurún nær að kæfa þetta. Það er gert hjá Sigurúni. Já, Hilmar Ópen ná ekki vald á boltanum, en Páll Hróar kemur úr leik og við náum aftur að stilla okkur. Hann er með einhverja
Peri Pú hann á hliðalunum hjá KF. Hann greinilega. Þetta eru skemmtilegi tilburðir svona í síðasta leik. Það skiptir engu máli og ekki nema 26 mínútur eftir að leiknum. Þannig að það mikið. Óskar ekki. Hann svona eins og ég í gólfinu sko. Hann ekki alltaf dáður out of bounds. Svona húkkaði þetta svolítið. Já, lítið eftir það. Það breyting hérna. Leikmaður númer 10 að koma inn á hjá þeim KF-mönnum. Það Marino Snær Birgisson. Og það leikmaður númer 19 sem að koma á velli. Það Þorsteinn Már Þorvaldsson. Já, það ekki að kynna þessa breytingu bara, hendi það. Jú, ég heldur að hendi það. 10 að koma inn á, það lítur að vera skarpur strákur. KF gerir breytingu, út að kemur leikmaður númer 19 Þorsteinn Már Þorvaldsson og inn á kemur leikmaður númer 10 Marino Snær Birgisson. Þeir eru svona aðeins að vinna sér betur inn í leikinn KF og hérna við erum eitthvað að passa það nú, Aron minn. Hann sækir þessu aukaspyrnu. Það eru nokkuð komin nýr á hælana, Halldór. Það eru ekki aðeins að fara að kveiki í okkur. Jú, er það ekki. Við hljótu nú aðeins að. Víkur að Tóti að kalla inn á þá. Ég væri svolítið til í að sjá svona aðeins einhverja, jafnvel að fara að sjá einhverja skiptingu í okkar mönnum sko. Já, það að viðurkenna, ég nú aðeins sammálar í því, aðeins að fá að setja smá, ef ekki að setja leiftur í þetta, hann kannski við hæfið að kalla eftir leiftri á fyrrum leiftursmönnum, eða gegn fyrrum leiftursmönnum. Það svona spurning með valkostina sko, hvort hann setja eitthvað af þessum ungu peyjum inn. Já, við erum allan með sóknarmann í Sævar Orra, það leikur ljóst fyrir. Já. Hvort hann geti gert eitthvað stuð hérna hjá okkur. Það gerur Frosti. Kannski svaraði bara kallinu sjálfur, en það er ekki. Engin hérna. Tumi með þetta alveg undir kontról. Þarna já. Vel gert hjá þeim, en hann þetta var ómikið. Býða nú. Palli, þetta var bara, þeir voru bara ekkert að fara í þetta. Palli var svona eiginlega svo undrandi að hann eiginlega misti boltann leið. Þetta inn á. Það markspyrna. Það var grónin að stíga hann út. Vel gert hjá honum. Þeir eru svolítið hávaxnir hana með við okkur hérna meðinni, þannig að þeir eru að vinna þessa skallabolta. Við erum verið duglegir bara að láta boltan vinna og koma okkur í þenni stöðu. Losa þetta. Hérna yfir á Dannarsöðu. Þannig kemur Frostur hleypur í hóluna og hvað gerir hann? Ísak aðeins að lokað á hann. Hann rúlar hann yfir á fyrirliðan Dotta. Aron Skúli, hvað ætlar hann að gera? Tómas kallar eftir honum. Og hann fær hann og hann bara smetar hann þessu og það fór hotspilnu. Tommi var allan daginn að höra í skotið þannig. Já. Þetta markaskorur er mikill og hann hefði svona aðeins gefið eftir í markaskorun svona seinni hlutan. Ég held að sé samt komið hvað er hann með 14 mörk eða ekki alveg tíðinni. Já, hann er
Hann sigur, hann verður ekki á hann tekið hann Tómas Leó. Hörðu, það að sama staði á KF og þeim leikjum öllum. Já. En það spurning, ætlum við fáum dramatík svona í lokin? Óna! Ekki fórst í, smeltu. Það mátti ekki við magnum. Þetta var alveg þetta eins og áhörðu máttu heyra á stunum með mér. Nei, kloppaði Doddi. Það er aldrei gott að kloppa Dodda, held ég. Þá mætir hann með næsta náði, enda kom það í ljós. Gott að ná þessu broti þarna, nú verður aðeins að koma tilbaka þarna. Tumi tekur þetta, næsti bolti segir það Þannig já, við flegum þessu bara fram og Frosti ætlar að éta þennan bolta. Frosti sigur, hann ætlar að snúna að sér, varnarmann veit að því hvað gera hann, hún tekst það en þá brýtur hann á hann. Nú þurfum við bara að nýta okkur þetta. Og þá fer turninn okkar Sigurinn inn á teig. Og Tumi og Doddi eru að fara þarna þrýpur á turnanir. Þeir sitja hérna Ísak og Palli. Danni líka er klár í sprettinn. En hvað nú? Þú fór þetta af okkar manni? Já, það er margt spennandi. 20 mínútur eftir Brynjar. Já, og menn hitta bara upp, þeir verða sjóðandi hittir þegar þeir koma inn á, það er ljóst. Hvaða breytingu eru að kalla eftir núna? Við erum sóknarlega hugsandi. Erum við að taka fórna Aroni Skúla í þeirri stöðu? Já, á gulu spjaldi, búin að vera mikill eldmóður í honum. Setja kannski Sævar þar inn sko, efst inn í hana fram og Tomma það aðeins meira út sko. Það er ekki eitthvað möguleiki? Já, það er absolutt möguleiki og svona aðeins íta meira á þetta, jafnvel bara 2 upp á topp alveg. Já, að gera, ég held að veit ekki af sko, Sævar er nú hávaxinn drengur, þannig að það veitir nú ekki af, við erum með alveg áveitist turna þarna. Já. Í miðvörunum hjá sér. Já, hann er næmur dómarinn, hann dæmir svolítið eftir stunum og þetta virkaði nú svona skuggmjúkt. Menn eru að nota skýr orð og dónarleg þar ráðmyndir. Já. En áfram heldur þetta bara. Við erum að losa þetta og setja svo eitt gott grill á það. Býðu nú, þetta er hættulegt, en þeir voru sjálfum sér vestir. Þannig, hann náði boltann þannig. Þannig já, sjáðu þetta, Ísak. Hann losa núna, hvað ætlum við að gera hérna? Sjáðu Aron tekur strauði, þannig að möguleika að gefa hann þarna. Tómas, hann búið í kapphlaupi en hann mátti ekki við þessu. Herðu þetta vann. Herru, þetta er hættulegt. Sjáðu 10-na? Nei, 11-na. Þetta var nú bara þvílíka tæklingin. Já, Tuma. Þetta var glæsilega gert hjá honum. Já, þetta var mjög vel gert hjá honum. Þetta var nú bara bjarga markið eiginlega sko. Já, þeir eru búin að veiga sko en í seinni hálfleik alveg 2 bara mjög hættuleg færi sko. Þannig að Gretar Áki bara við það þetta í dauða færi. Já. Svo er náttúrulega eitt að Gísli Kristjáns, þetta er nú maður sem getur sólað allt og alla og hotfónu því að skipta. Hann getur komið inn og líka og sett þetta aðeins, hrist aðeins upp í þessu. Já, hann getur komið inn sem valkosturinn líka, það er rétt. En nú þurfum við að koma þessu frá. Já, við látum ekki svo líka svona sko. Síðan er svona spurning sko, ég er í 73 mínútur, er Danni að spila allar leikinn. Hann er ekki búinn að spila 90 mínútur í sumar sko, í þessum leikjum sem hann er búinn að vera með. Já, Danni? Nei, það er svo sem alveg viðbúið. Hann fari á bekkinn sko, hann er bara þannig. Já.
Hann þessi aðstoðarþjálfari hann hjá KF, hann geti verið svona cirka launsonur Óla Þórðar sko, hann dalar Akurnesi sko á köflum. Palli minn, þú ættir að skipta hann yfir, að við náðu því. En kannski full erfið sending að koma í gagnið. Nú svolítið lokaði núna sko, boltinn. Hvað Tumi að gera fyrir? Þetta var nú bara alveg glóruleg sending, það var að segja þessu Þjóndótti, þarna voru nú alveg. Við fáum, hann brýtur þarna. Hann breytur Dóta. Þannig. Þetta er rétt. Hann var að setja inn í það, hann hafði bara sett þessi við. Ég skil pirringin í honum, en þetta er svona. Nú býð ég bara eftir aðstoðarþjálfarinn komið hérna með eitt gott straui. Hann er búinn að vera. Hann er múin líflegur á hliðarlínunni. Já, það er bara flott. Látið vel í sér heyra. Já. En ég allan vil virða við hann að hann er búinn að halda sér inn í tæknibóksinu. Já. Það er ekki alltaf sem að sér það sko. Með suma þjálfara sem alveg eru komnir hérna jafnvel út á miðlínu sko. Og þetta er leikur með ástríðu, þannig að við Baldur er kominn og það segir mér að Danni sé að frúta. Já, ekki. Jú, Baldur er glæsilegur og efnilegur annarflokksstrákur. Já, 2003 mótil ekki rétt hjá mér. 2004 held ég að sé. Ég er nú ekki mjög talnaklókur maður á upplæði en hérna. Er það 2004? Ég held að það sé 2004. Það getur passað. Það er svo, ég er bara flett því að og hérna Baldur lagði nú upp marki í síðasta leik og glæsilegt eftir stutta hérna innkomu og hann er glæsilegur og efnilegur piltur hérna hjá okkur á Sullum. Já. Ekkert annað en framtíðarmaður hjá okkur. Sjötugt og 7. mínúta er runnin upp og svona ég kalla eftir meiri krafti hérna hjá okkar mönnum. Já, ég held að fengi nú eitthvað að mörkum jafnvel hérna að setna álega sko. Já, ég held allan að ég býð eftir Ísak, þriðamarki Ísaks og hérna það kemur. Það væri gaman. Að þrennu hérna í loka leiknum. Nú að sjá. Nú, hann er að snúa hann af sér og Dotti Sigur hann í vörninni. Hann Baldur er 2003. Hann er 2003 mótil. Já. Það er bara þannig. Þetta er hörkuflóttur strákur og hérna byrjum miklu vonið við hann. Eins og þessi strákar sem sitja á bæknum í dag. Mér sýnist líka hann vinur minn Hjalti Djúrhús vera á leiðinni inn á völlinn. Það er Færeyingurinn. Hann er Færeyingurinn Fitti og Fíni. Hann er vinnusamur og duglegur strákur. Það er Danni fyrir hann. Nú. Ok, við vorum ekki að veður eftir skiptingu en spurning hvort að Baldur kom inn á eftir. Tumi fyrir hægri bak. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að láta Dotta detta niður? Hjalti, eins og ég segi á færisku. Danni er orðinn þreyttur og hann tók stystuleið út á það eiginlega. Kemur kallinn. Hann fyrir svo í byrja bara. Haukar gera breytingu, út af kemur leikmann nr. 17 Daniel Snorri Guðlaugsson og inn á kemur leikmann nr. 22 Hjalti Kárason Djurhús. Það er svo. Já, hann setti bara Hjalta í miðvörðunum með Sigurjóni. Já. Það er hans náttúrulega staða, segir Jón Erlendsson sem er hérna hliðin á okkur. Það er breyting hjá KF, það er leikmann nr. 7 inn. Andri Mórína. Já. Er Mark Döffild að bekknum? Er ykkur
Nei, en hver kom að velli, sjáu þið það? Hann er að labba þarna út af megin. leikmann nummer 13. Er þetta leikmann nummer 13? Sýndist það, segja hann ekki henni framann. Hann Atli Snær Stefánsson, hann að koma að velli það? Já, ég bara þori ekki að fullyrða það, við sjáum hvort að eftir þess dómarinn aðstofa með þetta. Ég held að svo sé. Hvað gerir Hilmar? Á, reynir honum út á palla. Hann heldur sig. Skúli. Halli var úr leik hana, hann var út af vellinu. Hilmar spilaði þessu maður. Datt í smá fúsball, hann Hilmar hana. Þetta er lunginn strákur, en við verðum að muna að láta boltan rúlla. Okkar menn eru pirraðir við þessu, en þetta er algjörlega augljós dómur og við höfum átt að fá þetta einkast, en svona er þetta bara. Það þýr ekki að væla það, dómar í dæmir. Já, það er svo leiðis, hann hefur valdið. Og hvað nú? Við vinnum boltan jafn harðan. Þannig já, Tómas, það er að laumast hann frá hjá hann með hvað? Nei, hann er segur KF. Peysu, það skiptir engum máli, við erum með boltan. Það er ekki að þessu. Þarna. Ég skil ekki alveg núna Hilmari, sko, hann er röflandi yfir þessu út á kanti, sko, við fengum innkastið, þannig að Hilmar fókus á leikinn, hann hættu þessu vinnur. Svo var brotið á honum klárlega, en þá var það hagnaðurinn og en Hilmar leitaði eitthvað að fara í Pirri Pú og uppskar aukaspyrnu á sig fyrir röfl og gult spjald. Léli skipti það. Þetta er ekki skynsalegt. Það er bara að segja þessu verð. Já. En Sandgerðingar eru komnir yfir í Breiðholtinu gegn IR. Já. Það er bara hannig, staðan 1-2. Staðan 1-2. Reynir Sandgerði búinn að koma með gríðarlega. Já. Alveg gríðarlega, sko. Ég hafði ekki... Óskar. Já, Óskar er með þetta. Ég hefði ekki trú á Reynir Sandgerði fyrir móti. Ég hefði sjálfum svo, en þeir eru bara algjörlega búin að tróða íslensku mullaræðinu upp í mig. Já, og málið er síðan bara annað. Þessi annu deild er bara hans er sterk, sko. Já, það er bara þannig. Ég spjallaði við hann Hjalta Djurhús, hvernig hann litist á aðra deildina og hann sagði að þetta væri bara ótrúlega fínn bolti í hennar, sko, á löngum köflum og komið honum óvart. Hann hefur spilað í efstu deild í Færeyjum og næstu efstu held ég líka. Hann er hábíðari eins og þeir segja á færisku og upplægi. Hann hefur spilaði fyrir Hánar boltafélagið eða Þórshafnar boltafélagið. Já. Og hann þekki það og svo spilaði hann fyrir EB Streymi og þannig að honum leist ekki illa á aðra deildina. Þannig að hér er bara hörkubolti spilaður og eins og þú segir, þetta er alltaf að vera sterkara og sterkara. Hvernig svona fyrir ef það eru ykkur í Færeyingar að horfa á okkur, hvernig svona myndirðu snara þessu yfir á færeysku sem þú varst að segja mér núna um að Hjalta? Já, nú hafi ég syndur trúbuleika við það, það syndur langt síðan ég hafi tósað så neck first. Men lika mycket, þetta er en góður distur hér og sjálfandi svo viljum við sötja að Haukar vinni hennan kappinginn men það ser út sem að þetta er ein jánleikur og læti hér staðan Vel gert, það er svona að þú bjóst nú í Færeyjum. Já, bjóði Færeyjum í 2 ár og lærði þennan tungumál sem 50.000 manns í heiminum kunna að tala og þannig að ég hafði rosalega gott af því. Magnað. En Hjalti, hann kemur til okkar þar sem konan hans er orðið markmaður í handboltaliðinu. Já. Og Hjalti kom svo með óvænt kaupæti og bara gaman að taka móti honum og algjörlega. Flottur strákur og mjög duglegur og líf í honum. Þannig að hann fellur vel inn í okkar hóp.
Nú voru við dottnir svolítið djúpt niður, Halldór. Já, ég lísti þetta á þetta. Þessi ætlaði bara að taka hérna Karlhans ágentalir á þetta bara. Þetta var bara hann Bjarki Baldursson, hann Já. ætlaði bara að smetla honum hana. Hann ætlaði að festa sig í byrjunarliðinni á næsta ári. Nú, já, úskært er þetta, sendi ekki örlítið og löng en annars hefði hann bara verið komin eitt í gegn. Þannig að þrýstingurinn er á okkur, haukamenn núna og KF eru aðeins að vinna betur á þessu. Nú vil ég fá Sigurðun til að losa boltan, en ekki gera svona, sko, ekki losa boltan í fætinu á þeim og Dóttir þar sem að koma boltanum út og þeir halda áfram þessu þrýsting, Halldór. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki eins og við viljum enda þetta. Það er ljóst að KF er að tryggja sig upp í lengjudeildina, þeir eru komið í 2-0 yfir á móti Þrótti Vogum. Henda báða eiginlega. Ekki þetta rugl hérna, þetta er bara sættið, bara taktu þessu Aron. Þetta var bara henda báða, það er bara svoleiðis. Mér sýndist að mér sé að fara fyrst í höndina á hérna KF. Það er nú bara innkastinu. Já. Hann sér þetta betur en við leiðum mega það. En hvað sér þið, Völsungur, hvernig eru þeir staddir í þessu? Þeir eru 1-0 yfir ennþá? Þeir eru 1-0 yfir ennþá og Magni er komið 3-1 yfir á Grenivík á móti Kára. Já. Þetta var alltaf alveg glórulaust, sko. Það er komið þreyta í mannskapinn og mennurnir byrjaðir. En það hjálpar ekki neitt. Nei, það hjálpar ekki neitt. Mikilvægt okkar menn séu fókuseraðir hérna. Þeir eru með taka þetta stuttina. Dóri, áður við horfum inn í 22, eitt svona óskastað sem þú myndir og fengir einu ósk og maður vildi breyta hérna hjá okkur á Ásvöllum. Hvað vildu við sjá? Fyrir utan að við verðum að fara upp með bæðiliðin, meistaraflokki. Er það eitthvað í aðstöðinni? Vildur þú þak yfir stúkuna? Eða vildur þú stúku hérna megin? Þú fengir eitt galdra pela til þín? Það var nú bara eiginlega planta, það er nú bara þetta knatthúsið okkar. Það er bara að fá það bara, ég fengi það á morgun. Það gerum við. Og Páll áttu þennan og Hilmar má ekki við þá að segja hæðinni. Ísak tekur þennan og Dotti að sjálfsögðu. Nei, það er bara knatthús Brynjar. Það er svona, það er lykilatriðina til að efla okkar aðstöðu. Þannig kemur leikmaður nr. 22 inn og já, það er hann Teddy. Theodor Develan Wilson þriðji. Já, hann er þriðji, hann er líklega þriðji ætliður. Og það er Nikola Kristín Stojanovic sem er að koma á velli. En hjá okkur er það síðan Frosti sem kemur á velli og Gísli titnefndi sem voru endur hérna á hann, Gísli Þröstu Kristjánsson, leikmaður nr. 20, hann kemur inn á. Já, Gísli skemmtilegu leikmaður, rétt eins og Frosti. Og hérna, hann getur komið með skemmtilega X-faktora. Ég var að segja eins og ég vilja fá Gísla bara fyrir inn á breytinguna fyrr. Það er erfitt að gera mikið stönd á svona stuttum tíma, en sjáum hvað setur. Já, spurning hvað hann bæti miklu við. Já, það hefur nú verið einhverja skiptingar og svona. Já, skiptingar nú ekki, engin sjúkurhallar kom inn og hann er svoleiðis. Ég veit ekki, það er skora 2 mínútur mestarlagi. Nei, við þakkunum fyrir það alltaf, Elli þarf ekki að koma inn á. Elli er einn af þessum mönnum sem vil bara hafa bekknum. Það er yfirleitt stefna. Það er nokkuð til í því. Þessi farinn. Og við fáum þetta strax hérna, Palli, hvað með beint á... Svona já.
Þarna var það maður. Úff. Það ná ekki þessum bolta. Það verður gaman fyrir Gísla að setja hann bara í Fyrsta? fyrstu snertingu. Það nú bara hannig. Hann að vera búinn að reyma á skófeng sinn. Norðamaðurinn og hérna þeir fara að hefja leik á 9. Markmaðurinn Knái sem spyrnir frá marki sínu og leiktíminn að renna út og líklega bara einhver uppbótartími eftir. Hvað gerum við þá? Skallatennis, við bjóðum på það, Sigur og vinna það. Hann keyrir inn í hann, þetta er alltaf brot en við fáum hagnaðan á því. Svona spilaði. Þeir eru svolítið mikið að fylgja eftir hann inn í þetta, inn í menn sko. Já. Koma svo. Þeir eru svolítið duglegir þar, það er bara svoleiðis og við verðum bara að mæta því, það er ekkert annað, bara með liðin spila svona. Koma svo. Hvað er nú Palli? Það er utan á hlaupið. Það feilaði sendingin á Palla. Tumi tekur þetta, vel gert hjá Tuma og Gísli, þarna kemur Gísli með rispinu sína eða eitthvað og hann setur hann inn á og Tómas, nei dómari. Jæja, þetta var víst rétt. Já, ég held að við treystum línuverum, hann er í mun betri aðstöðum við. Já. Hann er í svo kallari línu við þetta. Eitthvað að lokum fyrir 22, Dóri? Ekki annað en það, við ætlum bara að herða róðurinn og gera enn betur. Já, það er bara hannig og gera bara, með það ekki sem við erum að gera, bara gera betur á öllu sögum. Gera enn betur. Það er nú bara hannig. Aldrei uppgjöfu okkur. Nei. Við erum í þessu, úff. Þarna vorum við stálheppir. Já, ég saman að því. Það segja þessu öður, sko. Það er eins og sé komin einhver þreytumerki í okkur. Menn vita að þetta sé síðasti leikurinn. Palli kallar þetta boltan. Já, flott. Það er út úr ránstöðunni. Palli minn og þreytur. Palli er orðinn þreytur. Óskar tekur þetta. Og strax í leikuna. Hvað er nú með hann? Óskar? Nei, þetta nú sofnaði leikurinn. Þetta hann er með flúrónu bara beint hérna á Aron bara hérna á kantinu sko. Við sjáum nú. Jæja, þeir eru í þessu, þeir eru betri en við, það er svoleiðis. Þetta var klaufalegt hjá KF, þetta var alveg klaufalegt. Það er svona komið með á þreytumerki menn. Eru það að fara að setja þetta hérna á? Já, það er bara potin einu hérna á flautumarka eins og ég segi í körfunni. Það verður kannski bara þannig. Gísli taktu Tommi inn í með þig. Gísli taktu þetta, hann Tóti er alveg mjög skarpur og skýr í sinni afstöðu. Enda maðurinn í hvítum skóm og hefur valdið. Hvítir takkaskór. Þetta er bara, hann er í spinnustuðu, það er einhver líkar að fara í 800 metrar sprett. Hann ætlar að skora, eins og við hinnir. Ísak fyrir nær, það er smá titringur í þessu. Ég held að Gísli ætla að setja beint á ramman. Nei, lyftur sín teg og við, þetta var bara, þetta var alveg algjörlega soft dómari sko, það er soft dómur, en hann gerði það rétt, hann stoppaði svona og kannski er það sem hann var refsónu fyrir, það var ekki séns að hleypa honum áfram með þetta þurfti bara að brjóta. Það gera þeir núna, KF menn, þeir fá færi sem Óskar, það var aldrei færi en Óskar hangir á boltanum. Koma svo, keyra þetta áfram. Þarna já, hann er svo fastur. Nú er þetta svona að leysast upp í hérna spinnur
Teygandi, já. og þá var það Þá búið. flautar 2-2, bæðili svegt, bæðili súr, en Já. þetta er bara búið og þetta var 2-2 jafntefli, við fengum allan á mörk. Eitthvað að lokum, Halldór? hver er maður leiksins? Í mínum huga er það Ísak, hann það setur ekki? bæði mörkin. Er það ekki bara augljós mál? Eina með öllu og sérstaklega hráum. Pilsubars leikmaður þessa leiks, Já. Ísak Jónsson. Pappans er mjög ánægður, sem hann Já. hugsa sér gott til glóðurinnar og honum verið kannski bóðið með á pilsubarinn hérna. Já, ég held að hann rétt honum próteinshake og þykki pilsuna sjálfur. Ég held að En hann ég þekki Pabba. ég held að hann gerir það en Jón. Já, Ég held það, sko. reyndar er alltaf lambalegri þannig helgar, þannig að þessu heimili, en Já. svona er þetta, svona fór þessi sjóferð og hérna, þannig að er eitthvað sem við ætlum að segja annað og meira. Erum við ekki bara... Erum við ekki bara góðir og hérna, ég vona bara að við eigum eftir að eiga gott kvöld. Ég vona, ég bara veit að við eigum eftir að gott kvöld hérna á lokahófinu hjá okkur. Já, og þeir sem kannski ekki tök á því að koma í matinn, þeir kannski lauma sér í eitt kaldan á Hótel Völlum eftir. Það er bara hannig. Það er alltaf gott að gefa ráðleggingar þegar menn eru að fara að líða á kvöldið á lokahófi. Já, bara geta þær sagt okkur til syndan og hvað við erum að gerist skýta upp á bak. Já, eða bara bóðið fram sína aðstoð. Það væri náttúrulega besta, sko, vegna þess að enda erum við öll í þessu bara í sjálfboðalega starfi og hérna bara til að hjálpa því að gera félagið okkar betra, sko. Það er bara svo Það bara snýst um það. Styðja við ungvið og hérna hafa gaman að þessu og hérna hér eru konið tæknimenn sem eru óðir í að klippa á alla snúrur og fara heim. Það er bara þannig að ég held að áður en þeir snú okkur niður hérna, Andri og Viktor. Já, mæntalega flesti farnir líka út á rásinni. Já, allir ekki. En við þökkum fyrir okkur bara í dag. Og segjum áfram Haukar. Þökkum KF fyrir leikjum og óskum þeim góður áferðar. Já, skemmtilegur og spreki norðamenn og bara hérna með alvöru aðstofþjálfara sem er með fín raddbönd. Það er bara hannig. Fengum við njóta þess í dag og við segjum bara áfram Haukar og takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, áfram Haukar. Bless.